Verkefnið mitt, þetta heitir Keilupilló í dag og þetta snýst heilsukotta, nýja útfærslu heilsukotta sem ég hef hannað út frá eigin þörfum af því að ég meiddi mig á háls og þurfti meiri og betur stuðning hálsinn og höfuðsvæðið. Hver var staða verkefnisins áður en það hlaut styrk frá vaxtarsamningi Suðurnesja? Þá átti ég eftir að til dæmis vinna að vefsíðu og var með svona útfærslu á koddaveri í maganum líka sem að fyrri styrkur einmitt hjálpaði til við að klára útfæra og líka vefsíðu fyrri styrkurinn sem að Keilupillóan og fékk sá styrkur við líka hjálpa til við vefsíðu, fyrstu vefsíðuna. Hvernig hefur gengið að ná markmiðum og hvernig hefur vaxtarsamningurinn hjálpað ykkur? Nú, flest markmiðin einmitt höfum við náð. Hann kominn núna í sölu innan Bandaríkjanna í öllum helstu flugvélum þarna og núna það stefnt núna næstu dögum að ná samband við aðra söluaðila, skilurðu, þetta allt saman í farvatninu og komið hver einstu koddi með koddaver núna og fylgir þegar konan kaupir koddann. Já, þetta bara allt saman, þetta allt alveg á réttu leið. Hver staða verkefnisins í dag og hver framtíðarsýn ykkar? Nú, við ætlum að stefna enn betra og gera betur samtíð til þess vefsíðuna. Við ætlum jafnvel að færa nú yfir á fleiri tungumál. Koddi vann til verðlauna núna í sumar, gullverðlaun, og ég stefnaði að nota hlutastyrknum til að fara jafnvel á fleiri sýningar, gera meiri sýnilegri. Við ætlum ég er með fleiri hugmyndir að stuðningspúðum og koddin þannig uppbyggður að þú getur tekið hluta af honum og skipt út fyrir aðra púða, þannig að ég ætla að halda áfram með þessari þróun og bjóða upp á fleiri útfærslur af stuðningspúðum og já, sem sagt kynna hann betur, ná til fleiri gera hann sýnilegri og þannig að sem flesti geta sofið eins vel og ég. Því að það sem hann hefur gert mig kleift að hvílast og ná betur svefn heldur en aðrir gátu að gera. Og í lokin þá langar mig til þess að þakka innilega fyrir okkur því að þessi vaxtarsamningur Suðurnesja einmitt mikið hjálp í að koma koddanum betur á leið og að markaðssetja hann betur.